sáratófaran í Jósefsdal. Þetta var 5. og seinasta keppnin til Íslandsmeistara, haldin af Jeppaklúbbi Reykjavíkur. Hvernig leggst þetta í þig? Smá stress sko, en það þýðir ekki að hugsa þetta, maður bara kemur og gerir sitt besta. Svo bara kemur ljós hvernig það fer. Þú búinn að fara í brautaskoðun, hvernig list þér á brautirnar? Þær eru ágætt, það er svona seinustu brautirnar alltaf svakalegar. Stál stóri endanum að þeim sem að getur verið erfið. Hvernig leggjast brautirnar í þig? Já, ég held að sé svona í fyrsta skipti í sumar sem við fáum svona virkilega erfiða keppni, sko. Eða mjög erfiða brautir. Þú ekki ánægð með þær? Fjölbreytilegar? Jú, það eru mjög fjölbreytilegar. Það er mjög erfiðar, sko. Þetta verður skemmtileg keppni sem við fáum að sjá inn í dag. Já, ég held að verði, það er bæði hægt að tapa mikið og vinna sig upp líka ef það gengur vel, sko. Nei, sko, nú er það bara alvaran hérna. Hvernig dattir það í huga að einhverja alvara ég? Gunnar Egilsson. Já, hann sjálfur, já. Nú ert þú 4. til Íslandsmeistari eftir 4 umferðir. Já. Nú er það 5. keppnin í dag, og seinasta. Já. Hvernig leggst þetta í þig? Þetta er allt ágætt. Kemur bara í ljós. Þú ert bara að sella rólegur hérna inn í rútunniðinni með góða fólkinu þínu. Já, já. Áður en þú fer að takast á við brekkurnar. Þeim bestu. Besta fólkið. Já, já. Ekki spurning. Ekki spurning. Ertu eitthvað búinn að undirbúa þig fyrir þessa keppni? Já, já. Ég er búinn að stunda jóga og svona. Hérna, og hvernig leggjast brautirnar í þig? Bara vel. Þetta er fínt, gott að hafa ekki sól. Þá sér maður eitthvað hvað maður er að gera. Vegna þess að yfirleitt hérna er mikið sól og þá sér maður ekki. Sólin er alltaf í augunum á manni. Maður er alltaf leiðin upp brekku. Já, og brautirnar, þær eru alveg skemmtilega í dag. Já, þær eru ágætar. Kemur í ljós, þetta verður rosalega mikið hvernig þetta spilast hjá öðrum keppendum, hvernig þeir keyra, hvernig brautirnar verða. Það breytast mikið. Sumar verða alveg, eins og við kalla Laugavegur, og sumar ófærar. Og þá hefst keppnin, það er fyrsta braut, Gunnar Egils. Þessi keppni var alveg stórskemmtileg. Hann fær 290 stig fyrir fyrstu brautina. Og næstur í braut er það Sitti. Þess maður geta hjá mér er hann Björgvin Ólason. Sitti fær 275 stig fyrir þessa braut. Og hérna erum við komið með Ragnar Skúlason. Hann fær 230 stig. Og nú er það 5. og seinasta keppnin. Hvernig leggst þetta í þig? Bara nokkuð vel. Blautt og gott grip. Það hendi ágætlega í dag. Þannig að jarðvegurinn er skemmtilegri heldur en þegar hann er þurr. Já, hann er mjög skemmtilegri núna. Hann hentar eiginlega öllum gerðum á dekkjum í dag. Já, mínu bíl eins og þessum sérbúinu. Og hérna mæti Gunnar Pálmi. Hann var nú þegar orðinn Íslandsmeistari í göttubílaflokki hérna fyrir þessa keppni. Uppgerðum með 230 stig. Og þarna er Einar Gunnlaugs, Venusdrottningin. Hann var komin hann til að vinna. Þetta var nú ekki mikið mál, fyrsta brautin, Einar. Maður verður að byggja þá upp með því að leyfa þeim að komast upp. Já, þetta er svona... Þú ert að gefa þeim von, eða ekki? Já, að gefa þeim von, sko, svo vinnum við á eftir. Já, þú ert að byrja mjúkur og svona svo raskillir það í endan. Reynum það. Og var það eitthvað svoleiðis? Já, ég held það. Ekki alveg dott inn í gýring. En hann er Pálmi í sigur. Það er ekki stöðum. Hann fær með 210 stig. Og þarna kemur hann Stulli. Sturla Jónsson. Hann fær 250 stig. Það hefur verið upp á toppen þversum í gegnum endarlið, þannig að það er 50 stig refsingu. Og þá er Eyjólfur Skúlason. Hann fær 290 stig. Það var Guðmundur Pálsson á krílinu. Nú virðist þú auðvitað fyrir henni í endan. Saman að það fyrir ég búin með.
Það tókst ekki. Nei. Hann fekk 240 stig. Það var að slipparinn. Tryggvi Pálsson. Frekar af minni bíl en keppinu þetta niður. Kona eftir náðan. Það var mjög skemmtilegt þannig í þessari keppni. Hann var alveg að keyra niður öll auglýsingaskilti sem til voru. Já, ef hann komst upp að þeim þá stend hann á það. Og kom það þessi skemmtileg stemning út af því. Þannig er Jón Árni Þórðarsson. Hann lekkið í óopið að sprengja báðar headbagningar út, þannig að hann var að hætta legg. Og fekk 220 stig. Það var það Jón Gesson, viðskiptajöfur á sportreikanum. Hann fyrir alla leið upp. Já, hann var flottur. Já, 290 stig. Og þá var það sonurinn, Sonurinn mættur hann á nýja bílum. Hlynur Már. Eitthvað virðist að vant upp á aflið. 220 stig þó. Og síðastur er það hér Helgi Sjöt. Hann á möguleika á titlinum og fer þetta á 300 stigum með refsilaust. Það er fullt hús og staðan eftir fyrstu braut, fyrstur Helgi Sjöt, annar Gunnar Egils, þriðji Eyjólfur Skúlason, fjórði Jón Gesson og fimmti Sigurður Jónsson. Og fyrstur í aðra braut, það er hann Sitti. Hann þarf að reyna í sig upp, er í 5. sæti hann eftir fyrstu braut. En mér reyndar hugga sér það að Gunnar Pálmi er í 9. Fer hérna alla leiði. Hann var 300 stig. Þetta var ótrúlega flott í hann. Hann var Ragnar Skúlason. Eins sjáðu þið að hann fær líka fullt hús. En við þá komumst upp á lagið með elsta fyrsta bíl. Það er flott verða þannig eins og hann Gunnar var að lýsa fyrir út á hann. Þá burðar það allir á eftir. Og það var Einar. Það voru mjög skemmtilega brautirnar í þessari keppni. Já, ótrúlega skemmtilega. Brauður kom mikil til þér. Alveg sko fjölbreytileikinn í fyrirrúm. Þarna fáum við að sjá hann stilla. Með allt skrautið á bílum sinum hana. Já, það er spurning hvort hann vöku blóminn. Já. 275 stig fyrir hann. Nartar hann að í endamarkið. Það var það Eyjólfur Skúlason. Eyjólfur er búinn að sinna mjög góða dag það í sumar. En kemst ekki hérna alltaf leið. Það var 240 stig. Og þá er það Guðmundur. Hann fær fullt hús. 300 stig, þetta var mjög flott. Og þá er það Jón Gesson. Það virti sem að önnur brautin væri svona í léttari kantinum, en nei, það var greinilega strömpin. Það er misjænt hvernig maður fær í hana bara. Það rúlar hana niður hérna. Það var alveg ótrúlega að sagt að það verið ekki mikil meiðsli á köppunum þennan dag. Nei. Og maður hafði nú haldið að þeir hefðu bara drepið sig. Mjög fyrsta. Þetta var rosalegt maður! Wow! Þetta var stórglæsilegt! Heldur þetta sé búið í dag? Ég er að láta hann hífa hann á framan svo. Draga hann niður og draga hann á framan. Það er þetta stýra honum, hann stífa niður í keng. Er það allir í klassu? Nei, einn stífa. Er þið ekki bara keppt við þetta? Að sjálfsög. Hann stóð við það. Hann bara gerði við þetta og mætti svo aftur í brautina. Númer 3. Það er svolítið skemmtilega hasarinn í kringum þetta. Hann er Helgi Sjöt. Fórhaldusöður eftir fyrstu braut. Nú er hann að klára hennar. Það er að halda sætinu. Hann fyrir þetta á 240 stigum. Hann brýtur hann að millikassa og var mjög að hætta keppni. Búin að vera óheppin núna í seinustu 2 keppnum. Já, hann er eftir bílunum. Gunnari, nú ert þú eftir aðra braut. Þú fórst hana bara eins og ballettdansmaður. Þetta var ótrúlega fallegt hjá þér. Já, það þýðir ekki það. Fyrstu brautina brautuðu millikassan og við vorum að klára að skipta um hann. Flott aðstofanalið! Og eftir aðra braut þá er Gunnar Egils efstur. Og Sitti náði hann að komast upp í annarsætið og Helgi dettur niður í öðru. Þeir eru byrjaðir 100 dagarnir í Japis. Pop, rock, jazz, klassík. Þetta verður dýrt, 70 stig. Já, en Gunnar Egils, hann hélt fórustunni eftir þessa braut. Og Raggi Skúla var í því öðru.
Og svo kom Sturla sterkur inn í þriðja. Já, og Gunnar Pálmi loksins komin á blað. Já, nú ertu að fara í 4. braut, þetta fór heldur illa hjá hérna í 3. Ertu búinn að laga bílinn? Já, þetta er það var bara einu stífa og svo getur komið eitthvað smóttur í fleiri ljós. Það er eitthvað að byrja að stríða með nýtróðu núna. Og nú ertu að fara í 4. braut. Hvernig hafður þú hugsað að taka hana? Ég segi eins og hann síðast, ég fer hægt þarna og þarna. Hafið þið hægara kantinum og hann að reyna að taka þetta? Já. Gangið vel. Takk. Og hérna mætti Gunnar Pálmi, fyrstur í 4. braut. Fer þetta aftur á hann núna. Svo er hann að kraft stál í endan. Mann hefur ekki fært 210 stig. Þetta virðist nú vera fær. Og þá er það Einar Gunnlaugs. Hann fær 240 stig. Á, hann tar hann að heslumurinn, sest á kviðinn. Enda með stóran kvið. Og Eyjólfur. Hann gefur í barðið. Og niðurúrið líka. Hann er að bjarga sér hann að glæsilega frá veltu. Þetta er alveg gríðarleg ökutækni sem það eru að sína þarna. Þetta eru snörp viðbrögð. Já. Fannst þér 4. brautin erfið? Já, erfiðar en ég hér. Og þá er það Guðmundur. Sjá hvort hann ná að síðu upp. Nei. Og svo aðeins svo mikið. Þetta er mjúkt. Þetta er mjúkt. Hann fyrir samt vittu sem veginn niður. Já. Og Artur Hart líka sínur. Þú fórst ekki alveg eins og þú sagðir. Þú ætlaði að fara hægt og svo tókstu hratt. Já, ég glemdi. Og þetta kemur skipstjórinn. Það er fullt tíma áfram. Hann ætlar að sigla þetta upp. Þú ertu eftir til Íslandsmeistara, en þú ert ekkert rosalega hár í stigum enn sem komið þér eftir 4. braut. Á ekki eitthvað að reyna að bæta úr þessu? Jú, það brotnaði hjá mér öxull þarna áðan og var alveg afleitt sko. Bara í byrjun brautarinnar og náttúrulega þá misti alla brautina sem eftir var. Húrraði langt niður við það. Já, City fekk hann á 210 stig fyrir þessa braut. Og Ragnar Skúlason. Hlýnandur. Nei, þeir eru bara að vera hættir að reyna við farðir. Þetta dugar hún til að halda öðru sætinu. Gunnar Egil þannig fyrstur, Gunnar Pálmi í 3. sæti og Guðmundur Pálsson komin í 4. sæti. Já, hún keyrir hann sem 5. braut. Og hún var dálítið umdeild, þeir voru mitt að segja að þetta væri gríðarlega erfitt. Já. En þetta er nú tófarakeppni, þannig að þetta á að vera svona. Nákvæmlega. Eyjólfur orðinn grimmur. Eyjólfur, þú kláraði 5. braut, glæsilega. Fyrstur af öllu. Já, ekki glæsilega samt. Það betið því ekki, það voru margir sem fóru hann ekki. Já. Það kostaði líka eina skiptingu. Þú hefði búið að gera við þetta? Nei, við erum bara komin í lágadrifið og fara að rólega restina. Þú ætla bara að lappa þetta? Já. Og þá er það Guðmundur Pálsson. Hann var harður líka þennan dag. Sem þeir eru að halda þeim svona í góðu átaki allan tíman. Og þetta er einu gríðarlega og sérstaklega eins og sjálfskiptingar og drifbúnað og annað slíkt. Þetta er nú búnaðar sem eru fyrir með bara svona í höndunum og segja. Þannig að þarna var verið að reyna á alla kanta. Já. Hann var 210 stig fyrir þetta. Og hann kláraði þetta. Og þá er það Jón Gesson. Og hvað er það sem gerðist hérna hjá þér í 5. braut? Ég gruna að ég hafi verið að skjóta einhverju headpatíkum eða eitthvað. Ég sá að það fossa alveg hérna aftan á honum. Það er eitthvað. Það er Kemur ljós. Það kemur bara í ljós, eitthvað gulli. Já. Þetta verður betra með nýjavélni, hún fer hún ekki megin. Já, bara eins og skot. Ein ný. En þú heldur áfram. Já. Já, þú pakkar ekkert saman hérna í dag, þá fer allt og að gráta. Já. Já, við viljum það ekki. Nei. Jæja. Við reynum að redda þessu, ef hægt er.
Já, einhver tár lákunum hann eftir þetta, en hann hætti keppni. Kláraði 60% tímabrautinni. Ég fór samt ekki að gráta. Nú er það ekki? Nei. Nei. En þarna er komið Ragnar Skúlason. Hann var í öðru sæti fyrir þessa braut. Nær að klára, er á næst besta tímanum, 42 sekúndur. 360 stig. Og þá er það Gunnar Pálmi. Þeir finnst það nú alveg ótrúlegt að hvað þeir eru langlífur þessi blessuðu fána sem hann á. Já, og var húlega yfir þetta og ímislegt búið að ganga á. En hann klárar þetta á besta tímanum, 42.466. Gunnar Pálmi, þú ert orðinn efstur núna. Já, ég var að Eftir 50 braut. Já, ég var að frétta það. Þú lítur að vera vonum ánægð með það. Já, mér að vera á sumadökkjum, eins og finnir þið. Og þessi tími tryggði honum fyrsta sætið eftir 50 braut sem var náttúrulega tímabrautin. Og Ragnar kemur hérna inn í annað sætið og Gunnar Egils í þriðja. Þá var það sjötta braut. Nú eru stigin farin að skipta svolítið miklu máli. Það afdreiðar í hver einustu mistök sem menn gera. Sjáum hérna Pálma Sigurs, hvernig þessi braut liggur. Þeir eru að koma hann niður og svo kröpp eiga og þurfa að vera hérna fyrir ofan Hvítadekki sem sjáum hann neðst. Sjónum. Til þess að hitta henni hlið. Já. Þetta er alveg snúið. En við sjáum að hann bakkar. Já, ég vandræðum og er búinn að fá hann að fleiri í þessu stíkaldinu stík, en þetta enda með rúli. Yes. Og þá var það Eyjólfur Skúlason. Þetta er kolleginn sem er frá Ísland í lágadrifinu, eins og sést. Toppnúningur en lítið að sé. Meira var það alveg. Gott hjá hann. Þarna sem hann kemur niður á hans að snúa þveröfugt, keyra átt til okkar. Ekki að takast hjá honum. 120 stig. Þú klárar þetta ekki alveg? Erfiðar heldur hann og helst? Nei, ég er bara með 1 gír og eftir í lagi og þetta er alltaf að verða ónýtt. Þannig að þetta gekk kannski aðeins betur heldur hann og jafnvel helst? Já, má vel að segja það. Þetta er ekkert sem hún er að laga neitt? Nei, við verðum bara að reyna að klára þetta svona. Klára bara keppnina, ekkert að hætta. Reyna það. Þú stendur við það? Já. Nú Guðmundur Pálsson á sína bílum. Hann á að geta náð sér hann að upp í stígum og hann gerir þetta vel. Það er í 4. sæti fyrir brautina. Kemur svona einna best niður á þessari beygju af þeim bílum sem eru komnið. Það sleppur ekki að bakka, það eru 40 breyfstuðið. Þetta er alveg rosalega erfið beygja. Já, það fór svo hálfur yfir Hvítadekki. En það næði þeim að snerta þetta ekki. Já, það er náttúrulega að færa með 50 rauðstig fyrir að fara svona hálfur í. Það er náttúrulega. Það kemst ekki upp í endalið. Það er svona dett úr gýrið eða eitthvað brotni. Gunnar Egilsson. Þarna er komið maður sem getur sýnt úr hvernig á að gera þetta. Kemur svona þokkalega en þetta er voðalega erfitt að snúa þannig að það er að bakka snemma. Það voru innur hjá honum sjálfskipting. Þetta á að geta grætt af því. Komið það mörg. Það að gera það snirtilega og komast vel í gegnum þessa beygju. Og sá hann var búinn að narta hann í eitt dekk. Beygir mjög snemma og gróarir eru ekki hægt að komast fram hjá dekki þannig að það reynda að sleppa við bakkan. Þetta eru 100 refstig og það er svo að bakka eftir og þannig að svona sem maður sem að stendur og horfir á að þá hefði verið skynsamlega fyrir hann að hætta hann í beyginu bara upp á stíginn ekki það. Já. Með sitjum í bílum og með Íslandsmeistaratitilinn í húfi þá vil ég með sjálf klára. Sér hann fær 40 stig. Þá er hann farið alla leið og hann er með 260 refstig. Æjæjæj.
Og það var það Ragnar Skúlason. Hann er að fara upp. Svo er spurning hvernig hann tekur beigina. Menn hefur hugsi. Svo var þetta kunstinn að geta lesið brautina. Já, hann er reyndan að bakka. Og það var ekkert alveg að gera sig. Nei. Ekki gríða þetta átaka hann að bakka hann á lónt. Missið hann lónt, þannig að hann flaggaður út. Þetta er 100 stygg. Hvernig ætlar að taka sjöttu braut? Ég veit það ekki, ég er búinn að ákveða að læra þessar strákurum. Að skoða þetta og ég ákveði þetta bara rétt um þetta. Hann er alltaf verst að vera fyrstur. Já, það er rosa gott að læra hann það. Fylgjast með. Já, mjög gott. Það er að halda það á topnum. Já, við spyrjum bara leiklokum. Meins og besti vinna. Gunnar Pálmi var búinn að fylgjast svona með hinum og búinn að sjá það. Það er greinilega gott að taka beigina sem fyrst ef á að vera möguleiki til að hitta inn í liðið eins og sitt ekki þið. Fer aðeins svo klart, sko. En þetta var alveg gríðarleg tækni hjá honum. Þetta var glæsilegt hvernig að bjarga þessu út af þessu. Man fannst að vera komið fram fyrir sig. Þetta er ótrúlegt. Hann veit alveg hvað hann er að gera. Það er ekki spurning. Hann var bara hér. Borðin? Já. Á ekki að fara undir vélina? Þannig er hammagangur og Gunnar Eirsveð skiptingu. Koma bílum í lag fyrir næstu braut. Hann er aðþykjast að hann er komið aðstofólk frá Ragnar Skúlason, hann eigi til sinn. Já, menn skiptast á hann að hjálpa okkur öðrum. Og eftir sjöttu braut, þá er það Gunnar Pálmi sem er ennþá efstur. Annar Ragnar Skúlason, þriðji Gunnar Egils, fjóruði Guðmundur Pálsson og fimmti Eyjólfur Skúlason. Gaman að sjá því í brekkunina, Gunni minn. Já, veist það ekki? Jú, tekur ótrúlega vel út. Já. Var ég jafnvel mikilvæga hlutverki hér eins og að vera að keppa. Ég og brautastjórið við stjórnum keppninni hérna, ganginn á keppninni. Þú heldur utanum þetta? Já, já. Ég held að við séum bara á mjög góðum tíma, þá bara næst í dag. Ertu ekki ánægður með brekkurnar og geðveikina sem á sér staðinn í dag? Það voru fínt bakgrunn í dag. Það voru rosalegt. Þeir gera eitthvað rósið hérna í þessu temburautunum hérna. Þetta stöldi þetta áttinn úr, hann hefði gett að tekið neitt flugið viðbútt. Já, hann hefði alveg örugglega verið til í það. Sjá bara hvort það rækki skóla endur tækið þetta aftur bara. Það verður gaman að sjá hvernig hann tekur í þetta. Og fyrstur í sjöundu braut, það var það Guðmundur á Kringlunni. Þessi braut var rosalega skemmtileg. Gríðarlega erfið. Og erfitt að vera fyrstur, 80 stig. Það er ekki þriðji búin að hann hérna. Og það voru að sjá hvernig Siggi tekur það. Hann stendur hann að stað. Hann lendir í að mölbrjóta hann að millikastandi bílum og er bara fastur í stálinu. 90 stig. Nú við spilum alltaf dottin úr keppni. Já. Og við erum að treysta á að þú sýnir okkur almenni tilþrif hérna. Já, það verður tekið á því hérna núna. Hvernig ætlar að fara í sjöundu braut? Í botni. Í botni? Það er komið að mér held ég. Eru gangið þið vel? Ætlar nokkuð að láta aðstofamennum eitthvað að fara að húsla eitthvað? Já, fyrir kaupinu sínu. Búin að skrúa nóg. Við sjá hvernig standið við það. Hann er staðinn að stað og það er fyrstur að fara hann alla leið upp fyrsta stallinn. Frábært. Þá verður við að taka hann á snúning, koma niður og svo upp. Sama stall og þeir voru í áðan. Þessi er dálítið slunginn, brautin. Hann fær 130 stig. Þú fórst þetta alveg eins og meiri maður. Já, já. Glæsilegt. Allt í botni bara. Allt í botni. Loka augunum og gefi í. Það svimvirkar. Það er búið að sanna sig inn í dag. Bilaði eitthvað hjá þér í leiðinni? Nei. Ég held að það farið öxulla fram, það rann svo mikið annað, en ég hætti bara, var ekki að bakka og klúra þessu neitt. Og þá var það Gunnar Pálmi. Það er alveg ótrúlegt að sjá hvernig hann beitir þessu bíl. Þetta er nánast eins og þetta sé ekkert mál. Ég nærðu þetta brekkan og menn búin að berjast hann í henni. Gaman að sjá hvað hann þekki bílinn svo vel. Kemur hann að vinda aðeins skakkur í þessa beigðan en það er væntanlega að bakka. En það er þá náttúrulega eitthvað refsildið fyrir það. Já, það eru 40 refstir fyrir bakkið. En hefði hann farið svona á dekki mitt þá fær hann 50 refstir fyrir það. En það er
það er betra fyrir hann að bakka og ná því almennilega. Og hann er hann að rétta sér aftur. Já, þannig kemur hann í hliðarallan og svo beigju. En hættir eins og Ragnar. Þetta var stórglæsilegt hjá þér, Gunnar Pálmi. Þú ókst 7. brautina alveg eins og dýr. Já, þokkalega. Þú ert alltaf efstur, alveg örugglega. Já, ég held það. Ég held að það var voru litlar áhyggjur á því svona þangað til í röstu. Við sjáum til, nú er bara 1 braut eftir. Já. Þú verður að standa sér maður. Já. Þetta eru bara svo harðir naglar hér að glíma á því. Ég má ekki vanmeta og verða að passa málum. Það er málið. Eru grimmir? Það eru grimmir. Þú er búin að skipta skiptingu? Já. Liðið aldeilis búið að standa sér vel. Frábært. Og hvernig ætlar að fara í 7. braut? Standa hann bara. Ekkert annað að gera. Það telja þið allir vera líklegastan til þess að fara þarna upp, ef eitthvað gerir það? Við reynum eitthvað. Þetta akkur kveiknar ekki. Þú verður bara að standa hann. Já. Það er því. Hann hefur greinlega átt að fá að brekka á hann að fara það. Hann mætti þannig á vitlausum tíma í rásu þar sem náði ekki að koma snóa snemma út að þeir voru skiptingu, þannig að hann byrjaði með 60 stig, hann er efstig og bara aftan að sækja þá. Hann komst upp. Já. Kemur þannig fyrir hófnið. Fer ofar en hinni, þannig að geti nú að halda sér inn í hliðinu, já. Alveg ótrúlega kúl maður. Hann er kúl. Þarna var hann að fara upp aftur. Það eru 100 stig. Og staðan eftir þessum braut er þá alveg óbreytt. Og athyglisvert að sjá að það er hann að 50 stig á milli fyrst og annars sætis. Fyrir aðeins ein braut er eftir. Þá er það 8. og seinasta brautin. Þetta var sérst úrslitar hinnan. Þarna sjáum við Eyjólf Skúlason. Allt og lítið afl í lágadreifinu, hann komst ekki lengur. Hann fætt bara 90 stig. Það var Guðmundur Pálsson. Það fer ekki mikið lengra. Þeir voru ekkert að fara neitt voðalega hátt þarna. Alla þessi fyrstu. Það var Gunnar Egils. Já. Gefur í þetta. Og er hann að koma með hann í bakki, sástu hjólinn? Þannig er rosalega litlu, hann er 110 stig. Hann náði ekki samt að bjarga sig frá velti. Það var eftir að stíga á gíðuna. Og það var það Ragnar. Annarsættið fyrir þessa braut. Og hann ætlar að upp. Og tekur hérna þessa gríðarlega flottu velti. Það var alveg hægt að treysta á að við segjum eitthvað tilþrif frá honum. Það er eitthvað með þessa gulubíla held ég. Já, 180 stig. Þetta gæti dugað ef hinnir komast ekki þannig. Nú meiri brjálæðingar. Þú fórst ekki upp? Ég fór ekki upp. En ertu ánægður með útkomuna? Já. Mér langar að eiga heilan bíl. Með dattan að blíu hug? Þetta er alveg dellega að vera að stúta bílum út af yngu. Þú ert ekki þessi svona í seinustu brautinni að gefa allt í það? Ekki við þarfum. Það verður að sigla það með að sjó. Það var kannski smá praktík með þessu. Já, ég þarf að eiga svona afgangst til næsta árs. Ég ætla ekki að brenna út á þessu ári. Sjálfsög ekki. Það gerir ekki. Og þá að taka þátt í bikarkeppni. Vatnir er komin í velnaaftinguna. Gunnar Pálmi hana, menn að raða hún byggurum að annarsættið í keppni. Það sjáum hans aðstofalið. Og sigurvegari dagsins, Ragnar Skúlason. Og ég kissa hann. Á þetta sannlega skilið. Sko byggarinn þá. Og velnaafið, 225 skall fyrir fyrsta sæti. Sjá hann að veifa hann að Lotto Áðursson við höfum. Og voru vonum allir mjög ánægðir með hennan dag. Gunnar Pálmi hlaut hann til þriðavelun í sínum flokki og Eyjólfur Skúlason. Það getur verið gott að fá svona smá pening upp í viðgerðarkostnaðinn. Svo var hlaðið byggur Gunnar Pálmi áfram. Hann fekk hann að byggar fyrir að vera meistari göttubílana og jafnframt í heildinni. Þannig að hann er
ótvíræður meistari meistarana í toppfari árið 2000. Þú ferð hér á Hólmi í dag sem þvílíkur sigurvegari, það er alveg hreina lífið. Já, svolítið mikið að byggurum í dag. Heldur þú komir þessi ekki alveg fyrir heima hjá þér? Jó, þetta telur núna 100 held ég, eftir þetta. Og þú ert hérna líka krýndur sem Íslandsmeistari í sérútbúnum og opnum. Já. Þetta er sannast, það er margbúin að segja að götubílar, það er ekki svona mun á þeim og sérútbúnum bílar. Þetta er skýrt aðalega að þekkja bílinn og kunna að nota umfram margt annað. Er það ekki líka gífurleg ökuleikni sem að þarf? Jú, ég segi þetta er bara reynsla líka sem að telur eftir þetta öllins ár. Og þú ert náttúrulega búinn að þekkja þetta það lengi að þú ert búinn að mynda þér þinn ákveðin stíl. Já, ég vil ekki segja það, sama bílinn í 11 ár, það hlýtur að telja einhvern tímann. Það hlýtur að skila einhverju. Og þú sigrar þetta hérna á dekkjónum þínum? Já, litlu barn í dekkjónum. Já. Þetta eru dekkjum. Þetta er það sem dugar, þið sjáuð allt sem að fara upp á þessu. Það er voðalega hættulegt að ákveða einhver einn dekk séu betri en önnur. Mjög hættulegt, það sýndir sig í dag. Það er alveg hreina línur að þau svínvirka. Já, já. Og ertu ekki alveg rosalega ánæður? Já, þokkalega. Er ekki eitthvað sem þú vilt koma til skila til hina piltana? Bara þakka þér fyrir daginn, góða keppni. Það er alltaf stund. Frábært þér. Til hamingju. Jæja, Sviti minn, nú varst þú efstur. Já, ég var. Þegar keppnin hófst í dag. En hvað var það sem gerðist? Já, byrjaði náttúrulega á því að brotnaði hjá mér afturöxull hérna snemma í braut og hann náttúrulega eyðilega hann alveg og svo ætlaði ég nú að vinna þetta hérna upp á þeim seinustu þá brotnaði millikassinn og afturdrifið og allt í klausi. Ekkert brotnaði í sumar þangað til núna, sko. Freka pirrandi. Gunnar Pálmi á þetta alveg skilið, hann er búinn að keyra rosa flott og bíllinn búinn að ganga rosa vel hjá honum líka. Þið eruð náttúrulega alveg rosalega kátir með daginn. Þokkalega. Það gerist ekki betra? Það gerist ekki betra. Það er frábært að klára keppnina svona. Já, já. Þetta er bara harkan. Það er harkan og topp aðstofafólk. Já, þeir eru góðir strákarnir. Að sjálfsögðu. Annars var þetta ekki hægt, sko. Ertu ekki ánægður með útkomuna? Nei. Langt frá því. Ég átti bara að vinna þetta. Stemdi með það. En það tókst ekki alveg. Ég klúðraði tímabrautinni. Ég var nú svo öruggur að það að ég keyrði út í braut þar og svo brotnaði nú skiptingin hjá mér og þurfti að fara aftur fyrir og svona bútari. Það heppnast þú hjá þig? Já, ég hafði þá klúðrast upp í 3. sæti, hangaði í því. En nú er það spurningin númer 1, 2 og 3. Þú varst yfirlýsingaglaður að þú ætlar ekki að láta götubíl taka þig. Herði, hann tók mig maður. Það er svona þegar bilar. Hvernig er tilfinningin? Það er mjög slæmt. Man líður illa að láta götubíladrusl taka sig. En það er ekkert götubílar eins og núna í dag. Eru verið að keyra þetta þessum 2 flokka og það er bara aðeins einn götubíl að keppa. Einhver tík sem á að heita götubíl, en þetta er ekkert orðið, þetta þarf bara að keyra þetta einn flokk, það er ekkert öðru vísi. Þannig að litum skiptir ekki máli og götubílaflokkurinn skiptir ekki máli? Liturinn skiptir máli. Þessi guli átti ekki að fara að döð. En hann hafði það samt og glæsilega? Já, já. Hann var segur. Og lokastaðan, 1. Ragnar Skúlason, 2. Gunnar Pálmi, 3. Gunnar Egils, 4. Guðmundur Pálsson og 5. Eyjólfur Skúlason. Og lokastaðan í götubílaflokk til Íslandsmeistara, 1. Gunnar Pálmi, 2. Hlynur Jónsson, 3. Gunnar Guðmundsson, 4. Guðbergur Guðbergsson og 5. Rögnvaldur Ragnarsson. Og lokastaðan í Íslandsmeistaramótinu, 1. Gunnar Pálmi, 2. Sigurður Jónsson, 3. Gunnar Egils,